Svífum við upp í Ingvari. Sylvía var í brasi með veikurða lamb í vor eins og gengur hjá sauðfjárbændum. Hún setti það í kassa með sæng og kotta með vonum að það næði að braggast. En það gekk eitthvað hægt. Svo Sylvía gerði við það eins og önnur ungviði, setti á það bleiu fyrir svefninn, tók það með sér upp í hjónaróm til Otto. Þar gældi hún við það eins og ungbarn, án brjóstagjafa og allir sofnuðu sælir við sig. Við þessa umhyggju braggaðist lambið hressilega, það hressilega að morguninn var þegjan komin af og lambið búið að slíta lítilli sæti karríkurri lambadrundur yfir efri vörin á Otto, sem var eins og hormotta af mjölkubaksmanni og lyktin eftir því. Lambið var tekið í snarasta úr gjörgæslu og komst fljótlega á legg. Í allt sumar var lambið búið að vera Sylvíu til ómældra óþæginda og ama sem heimagangur og oft var hún búin að óska þess að hafa aldrei sofið hjá þessu helvíti svíni. Frá Ingvörum komum við að Helgafelli. Tryggvi og Sólveig voru komin á þá skoðun að segja kúnum upp störfum, öllum með tölum. Dýrnar mótmæltu harðlega og sögðust ekki geta lifað á Tryggva sem var til þess að uppsagnirnar voru snarlega dregnar tilbaka. Í Syðra-Holti var mikill kraftur í hundarækt á árinu. Nú snýst sauðfjárræktin fyrst og fremst það að hundarnir hafa nóg að bíta og brenna allt árið um. Frá Syðra-Holti svífum við yfir Hringsholtið og kjúklingabúið beint niður í Hrafnsdali. Soffi tók tæknina í sínar hendur í göngunum í ár og sendi menn á krossurum upp alla dali. En Soffi heimti féð sitt úr ýmsum áttum af fjalli, úr heimahögum og úr ýmsum áttum sem við skulum skoða betur.